Þann 19. janúar 2006 var geimfari skotið á loft frá jörðinni sem átti að fljúga þangað í næstum 10 ár. Markmið hans var friður, sem mannkynið leit áratugum saman aðeins á sem lítinn punkt af heiminum, Plútó. Á þeim tíma var hún ekki lengur talin 9. reikistjarna sólkerfisins, en það gerði hann ekki minna dularfulla. Þvert á móti, því meira sem stjörnufræðingar lærðu ytri hluta sólkerfisins, því augljósara var það hversu lítið við vitum í raun heiminn handan brautar Neptúnisar. New Horizons átti að breyta því, en það var einn eiginleiki sem næstum enginn talaði þá. Leiðangrinum lauk ekki með Plútó. Geimfarið átti að fljúga framhjá því á miklum hraða, senda gögn til jarðar og halda áfram að ferðast lengra á svæði þar sem nánast engin önnur geimför höfðu verið á undan því. Og árum eftir geimferðina gerði New Horizons eitthvað sem upprunalega leiðangurinn gat ekki einu sinni séð fyrir til fulls. Hann uppgötvaði nýjan heimur sem var ekki til í áætlunin kerfisins á þeim tíma sem eigóði byrjaði. Heimur sem var svo fjarlægur að jafnvel heimurinn þurfti klukkustundir til að komast þaðan til jarðar. Og þess vegna sagan New Horizons ekki saga einna framhjáflugu Plútó. Þetta saga geimfars sem hefur þegar lokið aðalverkefni sínu, en hélt áfram að fljúga þangað sem sólkerfið að verða myrkrara, kaldara og ókannað. Nú, 20 árum eftir geimferðina, New Horizons enn á leiðinni. Í júní 2026 vaknaði tækið úr lengsta dvala sínu í sögunni. Á þeirri stundu var það í 9,5 milljarða kílómetra fjarlægð frá jörðinni og var að búa sig undir að senda vísindagögn sem safnað var í fjarlæga Kuiperbistinu. Og þetta þýðir að sagan ekki búin ennþá. Til að skilja hversu ótrúlegur ferðalag New Horizons hefur verið, þarftu að fara aftur þangað sem allt byrjaði. Í byrjun árs 2006. Á þeim tíma var Plútó eini stóri reikistjarnan í sólkerfinu sem geimfar hafði aldrei kannað beint. Geimfar hafa þegar heimsótt Merkúríus, Venus, Mars, Júpíter, Satúrnus, Úranus og Neptúnus. Plútó var síðasta stóra óþekkta geimveran. Það var svo langt í burtu að jafnvel öflugustu sjónokar gátu ekki sýnt yfirborð þess í smáatriðum. Við þekktum braut Ígósins, þeir þekktu stærðir þess, þeir vissu að hann hafði gervinetti, þeir vissu að það ríkti eins konar óvenjulegt andrúmsloft í kringum hann, en hinn raunverulegi Plútó var enn falinn. Þar voru engin fjöll, þar voru engir dalar. Þar voru engar íssléttur. Það var ekkert nákvæmt kort af yfirborðinu. Það var ekkert svar við aðalspurningunni, hvað í raun að gerast í þessum litla heimi í útjaðri sólkerfisins. Þess vegna, þann 19. janúar 2006, yfirgaf New Horizons jörðina. Það var skotið á loft með Atlas V eldflaug og jókst strax gríðarlegan hraða. Tækið varð hraðasta geimfarið til að yfirgefa jörðina og það fór yfir braut tunglsins á aðeins 9 klukkustundum. En jafnvel þessi hraði gat ekki gert ferðina stutta. Plútó var milljarðar kílómetrar frá sólinni. Það var nauðsynlegt að fljúga þangað í næstum 9,5 ár. Og New Horizons flaug ekki bara í beinni línu. Í febrúar 2007 fór það fram hjá Júpíter og notaði þyngdarafl sjálfsins til að breyta hraða sínum og braut. Þessi aðgerð gerði það mögulegt að stytta flugtíman til Plútós verulega. Á sama tíma varð Júpíter sjálfur fyrsta stóra vísindalega tækifæri fyrir tækið. Myndavélar þess og mælitæki gátu framkvæmt athuganir á risareikistjörnunni og gervihnöttum hennar. Eftir það hófst árabið. Nýji sjóndeildarhringurinn hélt áfram að fjarlægjast sólina. Hann ferðaðist milljarðar kílómetra. Landið var sífellt fjarlægara. Merkið varð að veikjast. Og Plútó nálgaðist hægt og rólega. Til að spara auðlindir eyði tækið verulegum hluta ferðarinnar í dvala.
Kerfin var slökkt, virkni var minnkuð og síðan var tækið vakið reglulega til að athuga ástand ekosins og undirbúa næsta stíg ferðarinnar. Stjórnvöld, tækni, tölvur og heilar kynslóðir tækja breyttust á jörðinni á þeim tíma. Og New Horizons hélt áfram að fljúga. Hann sá ekki hvað var að gerast á jörðinni. Vissi ekki hversu margir fylgja ferðalagi ekosins. Gat ekki hætt og gat ekki snúið aftur. Öll leið ekosins var reiknuð út fyrirfram. Þangað til árið 2015 loksins kom. Plútó var þegar komin ansi nálagt. En vandamálið var að New Horizons gat ekki einfallega farið á braut það. Tæki flaug framjá. Eitt tækifæri. Ein stutt stund. Eftir næstum 10 ára flug þurfti geimfarið að fara í gegnum Plútókerfið á 14 km hraða á sekundu og svo halda áfram að færa sig í burtu. Engin önnur beinni. Engin endurtekin flugferð. Þar engin leið að opna tækið eftir nokkra daga og skoða hvað varð eftir. Mikilvægasta athuganin átti sér stað innan fára klukkustunda. Þann 14. júlí 2015 náði New Horizons til Plútó. Og þá gerðist eitthvað sem leiddi til þess að þetta tæki flaug í næstu 9,5 ár. Plútó hætti að vera punktur. Hann varð heimurinn. Fyrstu myndirnar fóru að berast til jarðar, en áhrifamestu myndirnar þurfti tíma. Vegna miklar fjarlægðar milli jarðar og Plútós tók það 4,5 klukkustund fyrir útvarpsmerki að ferðast þessa leið í eina átt og flutningur miklis magnsgagna tók enn lengri tíma. Þess vegna fékk mannkynið ekki allan Plútó samstundis. Heimurinn birtist smám saman. Í fyrstu birtust einstakar myndir, síðan ný svæði á yfirborðinu, síðan smá atriði sem ekki var hægt að sjá frá jörðinni. Og það varð ljóst, Plútó alls ekki eins og líflaus ísbreiða eins og hægt væri að ímynda sér út frá gömlum athugunum. Fjöll birtust á yfirborði ekosins. Íssléttur, dalir, gígar, jöklar, flókin jarðfræðileg mannvirki og rísastórt bjart svæði sem var eitt þekktasta fyrirbæri í öllu leiðangrinum. Hjarta Plútós. En þetta var aðeins byrjunin. Plútó var ekki bara lítið kalt fyrirbæri í útjaðri sólkerfisins. Þetta reyndist meira jarðfræðilega flókin heimur. Yfirborð þess samanstendur af ýmsum gerðum af ís og þynnri lofthjúpur þess inniheldur aðalega köfnunarefni, auk metans og kolmónoxíðs. Hitastigið á yfirborðinu svo lágt að hefðbundnar hugmyndir jarðar hegðun efna fara að virka allt öðruvísi hér. Í stað dauðs steins uppgötvaði New Horizons virkt og flókið landslag. Svæðið við Sputnik Planitia reyndist sérstaklega áhrifamikið. Risavaxin íslétta tengd með einkennandi hjartalögun. Ljósmyndirnar sýndu mannvirki sem líktust risafrumum. En það sem kom mest á óvart var að Plútó var staðsettur á svo fjarlægum og köldum stað í sólkerfinu að yfirborð hans hlýtur að hafa virst næstum frosið að eilífu. Og samt sýndi hún merki ferli sem enn eiga sér stað í dag. Fjöllin á Plútó reyndust einnig óvænt. Sum þeirra ná nokkura kílómetra hæð og eru aðalega úr vatnsís. Við hitastig Plútós getur vatnsís hegða sér frekar eins og fast berg. Þess vegna leit yfirborð þessa fjarlæga heims undarlega og furðu kunnuglega út á sama tíma. Hér voru fjöll, þar voru sléttur, þar voru dalir, þar voru ummerki árekstra. En allt þetta var til í heiminum sem snýst sólina í milljarða kílómetra fjarlægð. Og við hliðina á Plútó var annað risavaxið fyrirbæri, Karon. Stærð þess óvenju stór miðað við Plútó. Þess vegna Plútó-Karon-kerfið oft talið vera sérstakt tvístirnakerfi en ekki bara reikistjarna með stórum fylgineti.
Nýji sjóndeildarhringurinn sýndi einnig yfirborð sitt. Charon reyndist vera alveg annar, myrkri, meira andstæðakennt. Með risastórum gljúfrum og mismunandi svæðum á yfirborðinu. Saman litu Plútó og Charon út eins og tveir ólíkir heimar tengdir saman með einu kerfi. En Plútó hafði líka aðra kerfisnötti. Nix, Hydra, Styx, Kerber. Áður en New Horizons flaug framjá, gátum við ekki séð þau svona nálagt. Og smám saman varð ljóst að jafnvel þetta litla sólkerfi á jaðri sólkerfisins miklu flóknara en það virtist áður. Hins vegar gæti sagan endað hér. Tækið uppfyllti aðalverkefnið. Plútó hefur verið kannaður. Myndirnar eru móttegnar. Gögnum safnað. Milljarðar kílómetra hafa verið ferðaðir. Ef New Horizons hefði verið venjuleg leiðangur, þá hefði því verið lokið. En verkfræðingarnir gáfu upphaflega tækifæri til að taka næsta skref. Eftir Plútó þurfti tækið að halda áfram ferð sinni gegnum Kuipersbeltið. Þetta risavaxið svæði handan brautar Neptúnusar, fullt af ísleifum frá myndun sólkerfisins. Við vitum tilvist margra fyrirbæra á þessu svæði, en næstum öll eru þau enn punktar veraldar fyrir okkur. Sjónákinn getur greint fyrirbærið, ákvarðaðu ekóbrautina, stundum áætla stærð eða lit, en að sjá yfirborð ekósins allt annað mál. Þetta krefst geimfars. Og hér kom upp vandamál. New Horizons hefur þegar flogið. Það gat ekki breytt stefnu eins og venjulegur bíl. Fyrir nýtt flug var þörf á hlut staðsettum á hentugum stað í geimnum. Þess vegna hóf leiðangursliðið leit að skotmarki. Og árið 2014, þegar New Horizons var næst komin til Plútós, uppgötvaði Hubble sjónaukin fyrirbæri sem gæti orðið næsti áfangastaður. Bráðavirða heiti þess var 2014 MU69. Á 5 tíma var þetta nánast allt sem mannkynið gat sagt hann. Við vissum ekki hvernig hann leit út. Þau þekktu ekki nákvæma form ekósins. Þeir vissu ekki úr hverju yfirborð þess var gert. Og jafnvel útlit hans var aðeins kynnt í formi stærðfræðilegs og ljóspunkts. En braut hans var hentug. Nýjir sjóndeildarhringar gætu náð því. Og þá gerðist eitthvað óvenjulegt. Geimfarið sem var hannað til að rannsaka Plútó fékk annað markmið. Ekki stór pláneta, ekki risavaxin bergmál, ekki fyrirbærið sem hefur verið þekkt í áratugi. Og lítil forn heimur uppgötvaður aðeins fáinum árum fyrir fundin. Og New Horizons hélt áfram að þreifa sig. Plútó var eftir. Og frámandan var fyrirbæri sem mannkynið hafði næstum aldrei séð. Á þeim tíma vissi enginn hversu undarlegur hann myndi verða. Og enginn gat verið vissum að fyrsta ljósmyndin myndi raunverulega breyta skilningi okkar á frumbyggja sólkerfisins. En nokkrum árum síðar stóð New Horizons aftur frammi fyrir hínu óþekkta. Árið 2018 komið í lokin. Tækið var að nálgast 2014 M69. Fjarlægðin var að styttast. Í fyrstu var fluturinn bara lítil punktur. Þá birtust fyrstu vísbendingarnar ekóformið. Og smám saman fór það sama að gerast og gerðist Plútó 4 árum áður. Óþekkti heimurinn fór að breytast í raunverulegan hlut. En að þessu sinni var skalinn allt annar. Þetta var lítill hlutur. Lengd þess það bil 35 kílómetrar. Það staðsett í það bil 44,6 stjarnfræðilegum einingum frá sólinni. Og 1. janúar 2019 fór New Horizons framhjá því í 3538 kílómetra fjarlægð. Það sem birtist á fyrstu myndunum reyndist vera algjörlega óvænt. 2 lík, tengt saman með þröngu svæði, form sem líkist snjókarli,
en það var ekki snjókarl og ekki tilviljunkennd árekstur tveggja brota. Þetta var fornt fyrirbæri sem varðveitti í formi sínu ummerki umferðla sem átu sér stað við upphaf sólkerfisins. Honum var gefið nafnið Arrokoth. Orðið þýðir himinn á tungumáli sem tengist Powhatan-þjóðinni og Algonquin-málhöfðinni. Nafnið var valið með samþykki fulltrúa Powhatan-samfélagsins. En útlitið var aðeins fyrsta ráðgátan. Það sem leynist á bakvið þetta form reyndist vera miklu mikvægara. Arrokoth var nánast ekki unnið með öflugum jarðfræðilegum ferlum. Hann upplifði ekki sögu sem líkist sögu stóra reikistjarna. Var ekki til við hliðina á risastórum hitagjafa. Ekki undir stöðugum breytingum. Hann yddi milljörðum ára í köldum ytri hluta sólkerfisins. Og þess vegna hefur yfirborð Eikosins varðveitt upplýsingar fortíðina. Í mjög fjarlægri fortíð. Það leyti þegar sólin og reikistjarnurnar voru rétt að myndast. Rannsóknir Arrokoths sýndu að 2 flupparnir hafa svipaða eiginleika og myndust líklega á einum staðbundnum stað í sólþokunni, en runnu síðan hægt saman. Þetta styður þá atburðarás að tiltölulega væga myndun hafi verið að ræða, frekar en hörmulega árekstur tveggja gjörólíkra natta. Það var hér sem New Horizons gaf mannkyninu eitthvað meira en bara fallegar ljósmyndir. Hann leyfði okkur að skyggnast inn í tíma sem eldri en jörðin. Þegar planetan okkur var ekki enn til í núverandi mynd. Þegar engar heimsálfur voru til. Þar voru engin höf. Það var ekkert líf. Jörðin sjálf, eins og við þekkjum hana, var ekki til. Þar var aðeins efnið sem sólkerfið var síðar til úr. Ís, rykk, lífræn efnasambönd, lítil agnir og risavaxið efniský sem snýst umhverfis ungu sólina. Hluti af þessu efni varð að reikistjörnum. Hluti af því eru kerfitnettir. Hluti var kastað út í útjaðarkerfisins. Arrokoth getur verið einn af þessum sjaldgæfu hlutum sem hafa varðvitt þessa fornu tíma nánast í upprunalegri mynd. Yfirborð þess hefur áberandi rauðleitan blæ. Rannsóknir sýna fram á að metanól, vatnsís og lífræn efni eru til staðar. Á sama tíma er yfirborðið að mestu leyti tiltölulega slétt og stórmerki eyðileggjandi árekstra eru takmörkuð. Það kom eitthvað ótrúlegt út. New Horizons hóf ferðalag sitt umhverfis Plútó, en seinni heimurinn reyndist vera enn fornri á vissan hátt. Plútó er flokkið fyrirbæri sem hefur gengið í gegnum gríðarlegan fjölda ferla. Arrokoth er eins og varðveitt brot frá upphafi, og allt þetta var greint með sama tækinu. En eftir Arrokoth vaknaði enn áhugaverðri spetning. Hvað nú? Hvert stefnir nýja sjóndeildarhringurinn? Hvað sér hann? Og hversu langan tíma hefur hann eftir? Vegna þess að geimfarið stoppaði ekki nálægt Arrokoth. Það hélt áfram að fjarlægjast sólina. Og nú er það lengra en manneskja eða nokkurt annað tæki sem hefur nokkru sinni kannað kaupaspeltið beint. En það er engin næsti stóri hlutur framundan sem er þegar tryggt að bíður eftir egoinu. Engin Plútó. Engin Arrokoth. Það er ekkert fyrirfram undirbúið aðalmarkmið. Þar er bara risastórt rými. Kaupaspeltið. Milljarðar kílómetra af næstum tómu myrkri. Og margir litlir heimar sem við sjáum ekki einu sinni nógu vel ennþá til að kalla þá raunverulega áfangastaði. Þess vegna gæti næsta stig nýja sjóndeildarhengsins reynst það óvenjulegsta. Því nú flýgur tækið ekki bara út í heiminn sem er þekktur fyrirfram. Hann færi sig inn á svæðið þar sem óskjurleikinn sjálfur verður markmiðið. Í júní 2026 greindi NASA frá því að New Horizons hefði lokið lengsta dvala sínum, 321 degi, og væri aftur starfhæft. Tækið hefur hafið undirbúning fyrir flutning vísindalegra gagna sem safnað var í fjarlæga Kuiperbeltinu.
Og þetta þýðir að 20 árum eftir að New Horizons var sett á laggirnar það enn að virka, enn að senda gögn, enn að kanna illa sólkerfið og það enn að fjarlægjast jörðina. Með hverri sekundu eykst fjarlægðin. Sólin tekur sífellt minna plás á himninum. Sólarljósið að veikjast. Pláneturnað eru langt á eftir og framundan hefst rýmið sem mannkynið hefur aðeins að hluta kannað. Og hér kemur upp eitt af furðulegustu einkennum þessa verkefnis. New Horizons var stofnað á þeim tíma þegar Plútó var talin 9. reikistjarnan. Það hófst 19. janúar 2006. Nokkru mánuðum síðar fekk Plútó formlega aðra flokkun. Tækið hélt áfram flugi sínu. 9 ánum síðar kom hann að Plútó, sýndi yfirborð ekosins. Charon sýndi sig. Hann sýndi gervihernetina. Síðan flug lengra. 3 árum eftir Plútó kom hann til Arrokoth. Og aftur sýndi hann mannkyninu fríð sem enginn hafi nokkur tímann séð úr návígi áður. Nú flýgur hann enn lengra og kannski fallegasti hluti þessara sögu að New Horizons var aldrei faratæki sem hægt að snúa aftur til. Það var búið til fyrir eina átt. Þar, ytra sólkerfið, næst og svo framvegis og svo framvegis. Hann mun aldrei framar sjá jörðina í návígi. Það mun aldrei snúa aftur til sólarinnar. Það mun aldrei fara fram hjá Plútó aftur. Allar myndir sem hann mun nokkur tímann skapa muni koma frá þessari einu útferð. Og þess vegna hefur hver ný athögun á nýja sjóndistarhengnum sérstaka merkingu. Þetta ekki bara enn ein ljósmynd af fjarlægum fyrirbæri. Þetta mynd sem fengin var með tæki sem staðsett á stað þar sem mannkynið hefur næstum aldrei verið. Einhver tímann mun orkan hans klárast. Einhver tímann verður tengingin of veik. Einhver tímann munu vísindatæki hætta að virka. En jafnvel eftir þetta mun tækið halda áfram að virka. Án vél sem verður stöðugt að ýta egóinu áfram. Án áhafnar. Og aftur sýndi hann mannkyninu frið sem enginn hafði nokkuð tímann séð úr návígi áður. Nú flýgur hann enn lengra. Og kannski fallegasti hluti þessara sögu að New Horizons var aldrei faratæki sem hægt að snúa aftur til. Það var búið til fyrir eina átt. Þar, ytra sólkerfið, næst og svo framvegis og svo framvegis. Hann mun aldrei framan á víki. Það mun aldrei snúa aftur til sólarinnar. Það mun aldrei fara fram hjá Plútó aftur. Allar myndir sem hann mun nokkuð tímann skapa munu koma frá þessari einu útferð. Og þess vegna hefur hver ný athugun á nýja sjóndeildarhengnum sérstaka merkingu. Þetta ekki bara enn ein ljósmynd af fjarlægum fyrirbæri. Þetta mynd sem fengin var með tæki sem staðsett á stað þar sem mannkynið hefur næstum aldrei verið. Einhvern tímann mun orkan hans klárast. Einhvern tímann verður tengingin of veik. Einhvern tímann munu vísindatæki hætta að virka. En jafnvel eftir þetta mun tækið halda áfram að virka. Án vél sem verður stöðugt að ýta egóinu áfram. Án áhafnar. Hann hefur þegar sannað að einn óþekktur heimur getur gjörbreytt skilningi okkar á ytra sólkerfinu. Plútó sannaði að lítill ísnatur getur verið jarðfræðilega flókin. Arrokoth sýndi fram á að nær óspilltar leifar frá upphafstíma þess geta varðvist í útjaðri sólkerfisins. Og næsta fyrirbæri sem einn daginn verður innan sjónsviðs New Horizons geti sagt aðra sögu. Við vitum ekki enn hver þeirra það Og þetta aðalmunurinn á þessu verkefni og flestum geimferðum. Þegar New Horizons nálgast óþekkt fyrirbæri, vitum við ekki alltaf hvað við munum sjá. Vegna þess að ytri brún sólkerfisins hefur ekki enn verið kortlögð. Það eftir heimar sem mannkynið uppgötvaði aðeins sem punkta veraldar. Sum þeirra eru of lítil. Sum eru of dökk.
Sumið eru of langt í burtu. Og sum eru alls ekki opin ennþá. New Horizons hefur þegar rekist á slíkan heim einu sinni. Í fyrstu hét það 2014 MU69. Þá var þann Arrokoth. Og þangað til að nálgunin kom til, gat enginn vita nákvæmlega hvaða form það hafði. Fáeinum árum síðar urðu ljósmyndir af þessu fyrirbæri ein af fjarlægustu beinu myndurum af seinni heiminum sem mannkynið hefur nokkur tíman fengið. Og þetta gerðist ekki vegna þess að Arrokoth var risastort. Ekki vegna þess að hann væri bjartur. Og vegna þess að litla tækið hélt áfram að fljúga. Og þess vegna ekki hægt að skynja New Horizons eingöngu sem vél sem eitt sinn ljósmyndaði Plútó. Þetta vitni úr geimnum. Hann byrjaði í heimi þar sem Plútó var 9. reikistjarnan. Flaug fram hjá Júpíter. Hef eytt næstum áratug í fangelsi. Náði Plútó. Hann afhjúpaði hið sanna yfirborð sjálfsins. Áframhaldandi hreyfing. Fann Arrokoth. Skoraði fortíð sólkerfisins. Og nú heldur hann áfram að fara inn í myrkrið. Með hverju ári veikist egómerkið. Með hverju ári eykst fjarlægðin. Á hverju ári minnkar orkumagnið sem tiltækt fyrir vísindastarfsemi. En á meðan tækið svarar heldur sagan áfram. Og einhvers staðar langt frá jörðinni, næstum 9,5 milljarði kílómetra í burtu, lítið mannlegt tæki aftur að safna gögnum. Hann á stað þar sem enginn maður hefur nokkur tíman verið. Þar sem sólin lítur ekki lengur út fyrir að vera svo risavaxin og björt. Þar sem næst ekkert ljós í kring. Þar sem fjarlægðir geta verið miklar milli einstakra hluta. Og þar sem hvaða ný mynd sem getur sýnt heiminn sem áður var aðeins til fyrir okkur í formi veikleika á mynd sjónokans. Nýja sjóndöldarhringurinn geti aldrei framar fengið jafn frægt skotmark og Plútó. Arrokoth verður líklega fjarlægasta fyrirbæri sem hann hefur nokkru sinni kannað beint. Og kannski enn opnun framundan sem við grunar ekki einu sinni í dag. Við vitum það ekki. En þetta einmitt það sem gerir framhald verkefnisins svo óvenjulegt. Vegna þess að New Horizons hefur þegar gert hið ómögulega. Hann breytti Plútó úr fjarlægum punkti í raunverulegan heim. Hann breytti Arrokoth úr ótæktri heiti í fornan hlut með sína eigin sögu. Og nú heldur hann áfram þangað sem kortið endar. Ekki til jaðars alheimsins, ekki einu sinni að jaðri skúrkerfisins. Og einfaldlega lengra en við höfum nokkru sinni sent svipað tæki. Og kannski kemur sá dagur þegar loka vísindagögnin frá New Horizons verða sent aftur til jarðar. Síðasta mælingasettið. Síðustu myndirnar. Nýjustu upplýsingar frá ytri hluta sólkerfisins. Eftir það mun jörðin ekki lengur heyra neitt frá honum. En tækið sjálft mun halda áfram að fljúga. Þögull. Kalt. Næstum ósýnilegur. Búið til af mönnum á lítilli reikistjörnu nælt einni venjulegri stjörnu og beint út í myrkrið. Ekki vegna þess að þar væri endilega eitthvað vitað og vegna þess að mannkynið vildi vita hvað væri framundan. Og þess vegna munu lokamyndirna af New Horizons, hver sem þar verða, ekki marka endalok ferðalags ekosins. Þau verða síðustu skilabúðin frá tækinu sem hefur verið að þreifast í eina átt alla sína ævi. Frá sólinni, fyrir Plútó, fyrir Arrokoth og enn frekar að þeim hluta sólkerfisins sem mannkynið eiginlega byrja að sjá. Og þá verður þögn og New Horizons mun halda áfram fersinni, nú þegar á nokkar.